kannski að prófa að stíka honum í samband aftur? Prófa, já. Ok, strákar, ég er búinn að setja hann í samband aftur. Sérðu þú eitthvað á skjánum hvort það sé streaming eða tengt eða eitthvað? Ég var að pæla í því, sko. Viltu kíkja aðeins út, kannski, hérna? Sko. Ég er þetta með Live View Only, Channel Mode Auto, bandwidth 40 MHz og ef ég fer í live streaming platform þá stendur RTMP. Við erum bara að captura sko live view sem þetta. Ef við gerum screen mirroring, hvað gerist það? Sett aftur bara í live þannig eins og var. Það er eitthvað breytur um stúdíu. Ég veit það ekki. Nei, þú veist. Er eitthvað að það heitir eitthvað external output eitthvað? Við erum að finna það. Já. Kom eitthvað á það þegar við skiptum snúr? Það kom áðan á gamla kapsukartið í smástundu. Það var allt í fokki og virkaði aðeins og það var allt í fokki þegar þú byrjar að snúa. Þið eru ekki að tala um mig.
sambandi svo slekki á kontrólarnum og kveiki kontrólarnum. Ég ætla að prófa. Það slökkvast á kontrólarnum og kveiki svo aftur. Það var fyrir keppni sko. Menna, Henrik, Já. slökkt á drónum hvað þú keppnir, myndaðan upp í braut. Þú ferð upp í braut, hefinni, og svo nærði hér, ég var að skutta það upp. Ok, engin myndadrónar með það? Byrju, ég er að kveikja. Ég var að nota drónum, komdu inn. Ok. Ég ætla að slökkva þessu. Já. Það er engin mynd, tjekka Það snart. er ekki mynd. Komdu fyrir inn, Henrik. Þú ferð upp í braut. Henrik, Já, þannig að í herpinnu, já, þarna upp frá, já, þar sem báðar myndaðarnar voru, manstu, já. þú ert bara að vera þar og steipanum á milli. Með mynd, hvað mynd er? Við erum með iPhone myndaðar. Það er ein í skottur á bílnum Ok. og það er ein upp frá. En Ég geti... takið myndaðarna sem er í skottin á bílnum líka, mínum. Já. Takið hana líka inn með ykkur segi ég, af því að það er ekki víst að hinn myndaðarinn virki.
er þetta alveg að fara að gerast, kæra fólk. Tæknin er örlítið að stríða okkur. Þegar ég segi örlítið, þá meina ég alveg svaðalega mikið. Það er bara búið að vera vesen hjá okkur. Dróna inputið hjá okkur virkar ekki. Alls kyns vesen. Við erum komin með mann út í braut með iPhone. Og hérna erum við komin með, þetta er ekki það sem ég ætlaði að sýna ykkur. Hérna erum við komin með keppendur á leiðin út í braut. Bara brjálaður vindur í svo mæk. Svona. Það er lækka bara í honum. Það heyrist ekki einu sinni í bílunum, það heyrist bara vindur. Keppendur eru að koma sér hérna á ráslínuna. Það var að sýna ykkur hér. Sýna ykkur ráslínuna. Það eru 8 keppendur skráðið til leiks. Eða er ég að rugla? Eru þeir 9? Nei, þeir eru 8. Þeir eru 8 og það er Gunnlaugur Jónasson sem tók tímatökuna í áðan með 1:38.6. Sést svo illa á skjál. Og Ómar Agnarsson er með 1:41. Þvílíkur munur á þessum tímum. Gunnlaugur Jónasson væntanlega að fara að pakka þessu saman núna. En það er það sem ég hélt líka síðast og Gulli ákvað að fara út úr pittinum með laust húdd. Fekk húddið í feysið þegar hann lagði á stað. Það hefur verið bara á hring 1. Þá kom húddið upp á framrúðu hjá honum, mölbraut framrúðuna. Svo Gulli tók þátt í sitt í keppninni með mölbrotna framrúðu. Og þá sprakk mótor. Mótorinn fór og hérna er Gulli mættur með nýjan mótor eða eitthvað er hann allan mættur með í húddinu. Virðist vera tilbúinn. Hérna erum við með svona pit entry kameru. Hérna erum við með flott skot af bílum út í braut. Hvað er kamera 3 að gera hérna? Bara það er komin lagt. Bara loft. Og ef ég skipti yfir á 3, þá verður hinn myndavélin heim. Já, 3 er svo komin með eitthvað vitlaust. Ætti þetta verið í lagi núna. Ok. Það mátti sýna okkur betur bílana, Rúnar. Sýna okkur betur bílana, bílana, bílana. Sýna okkur betur bílana, bílana. Tímatakkan er búinn, keppnislota 1 er að fara að hefjast. Þannig ég ætla að breyta þessu yfir í sána. Keppni 1. Ómar Ragnarsson, svona ormar. Ó, þarna breytist staðan. Við sleppum þessu bara með hann. Svo fáum við bara að vita stöðuna á þeim þegar Hérna er Hinrik, skellum honum aðeins í mynd. Hér er verið að flagga grænu, mátt snúa myndavélinu fyrir okkur Rúnar. Svona. Nú ætlum ég bara að stýra tökkunum og tala. Fyrsta keppni dagsins í dag. Nú er það bara að hefjast. Flaggið er ekki alveg komið. Þarna kemur flaggið á loft. Og það er komið grænt. Fínasta ræsing hjá öllum. Ormar virðist það. Þetta er rosa hraði á þessum gæjum. Ormar, já, Ormar stendur sig, náði góðu starti. Gunnlaugur veður hérna á stað. Sennilega rangt ennþá. Þetta er svona pixla, jæja, þetta er að gerast. Okkur er tæknin svona í dag. Þetta er rosaleg. Tæknin er bara búin að vera að stríða okkur í dag. Þannig sjáum við á stefnu upp í hairpin-beyguna og þar erum við með Hinrik. Mættur. Jájá. Vel víður þarna. Mjög gott. Hér er Gulli langfremstur. Byrjar að stækka bilið strax. Haldið vel. Búinn að teygja lopan yfir í Ormar. Þetta koma þér. Gunnlaugur, Ormar. Bjarki.
er verra að hafa vindhlöðu með. Þeir eru aðeins í bílnum. Gunnlaugur að taka 1.44 þarna, Ormar 1.45.9, talsverður munur þarna á. Ormar þarna með Ómar á eftir sér, svo Bjarki Sigurðsson, Guðbergur Ástvaldsson þar, fyrir aftan svo Kristófer Logi, svo Hlynur Freyr og svo Guðlaugur Björn. Og upp í herpinn förum við. Sjáum við bílið sem að Gunnlaugur er búinn að mynda strax. Tveir ringir, hérna er smá barata henni fyrir aftan. Jú, Chris er að reyna að tróða sig fram úr Guðberg. Var það ekki Guðbergur? Ég held sér Guðbergur. Guðbergur á raunahónum. Þarna er Hlynur. Á rauðabílnum, hann er á lánsbíl. Kristófer hérna að reyna framarakstur. Ó, tekur Swift. Neglir sér yfir að hægri. Helsta baráttan hérna milli þessara tveggja. Sjáu þið, Kristófer misti afturendan hann að slætaði pínulítið. Það var spurning með hraðan hérna út, Gunnlaugur inn að langfremstur. Þannig sjáum við raunin að bruna inn. Kristófer búinn að missa talsvert af lestri. Guðbergur kominn örlítið frá honum núna. Áhugavert. Mækinn datt út. Jæja, það er fínt. Já, þetta er bara dagurinn í dag. Það virkar ekki neitt almennilega og við verðum bara að setja ykkur við það. Sjáum við hérna, Kristófer reynir enn og aftur að tróða sig fram og þeim er þessi myndafli er eitthvað bitræti í rugli. Þú veist, það er allt í dag með vesen. Allt. Þetta er Kristófer að reyna hangir utan á honum en nærist, þetta er ekki nóg hröð lína en hann þarf að reyna allt sem hægt er niðurinn með. Nokkuð við sem... Nei, sjáu þið, Guðbergur snýr! Já! Einir og tekur þetta fallega 360, kominn aftur inn á braut og Kristófer hirðir á hann sætið. Kíkjum inn á þessa mynd, þessi... Það er allt í dag. Þetta er bara svona dagur. Það er gott að þetta gerist ekki smá og smá. Það er bara allt í einu og einni keppni. Það er þó skarra. Þetta er bara magnað með disk og OBS að dett út hérna. Það er allt að dett út, það er allt með vesen við okkur. Við biðst bara afsökunar á þessu yndislega fólk. Það er bara vesen á öllu hérna, það virkar ekki neitt nógu vel. Hér er smá barátta sýnist mér. Guðlaugur fyrir aftan Hlyn. Hlynur hérna á lánsbíl.
Þessi bíll er til sölu, kæra fólk. Við erum að missa samband hérna við YouTube alveg stanslaust. Þetta er frábært. Það er ekki rosalega vel allt á okkur. Hérna sjáum við Gunnlaugs, nei, fyrir ekki, Ormar. Þetta er gamli bíllinn að skulla. Ormar sem er í öðru sæti. Hvar er Gunnlaugur okkar? Þarna er Gunnlaugurinn. Kemur inn hérna yfir ráslínuna með Ormar langt fyrir aftar sig. Gunnlaugur algjörlega að pakka saman og ef að vélinn svíkur hann ekki eða húttið flýgur ekki af hjá honum, þá er Gunnlaugur að fara að sigra þessa keppni. Fyrir lótuna, þá byrjar hann aftastur eftir. Þá fyrir við að hendum myndavél inn í bílinn hjá Gulla og horfum út bílinn hjá honum þegar hann þarf að tróða sér í gegnum þvögun af fólki sem verður. Hér sjáum við Kristófer komin upp í 5. sæti. Hóf keppni þetta í 7. held ég. Og núna er hann bara á höttunum og eftir honum Bjarka. Hér er barátta Kristófer kominn ofan í Bjarka. Þessu skulum við fylgjast vel með þessu. Kristófer er búinn að æfa sig mikið að taka fram úr hérna upp á braut. Þetta er úlingaflokkurinn hérna. Og það er Kristófer að ná hraðanum hérna út.
virðist hafa náð því ansi vel. Samt ekki. Nú koma inn penakaflan. Kristoffer ná að koma sér upp samhliða? Nei, hendi sér hérna fyrir aftan. Hangir vel í honum samt. Þannig að við skulum fylgjast vel með honum. Já, með þeim. Hérna er nokkað meiri spenna í gangi. Hlynur með Guðlaug fyrir aftan sig. Það er hörku bara að taka á 2 stöðum. Hlynur. En kíkjum á Kristoffer. Að reyna að koma sér fram í herpinninu en situr bara fastur fyrir aftan hann. Komið ljós. Sjáum hérna að Kristoffer er búinn að missa hann talsvert frá sér. Hérna er Hlynur að fá Guðlaug við hliðina á sér. Hlynur er með hraðari línu þarna. Og þarna upp á braut. iPhone myndælina góðu. Guðlaugur reynir að hanga hann utan á. Þetta er talsvert hægari lína hann utan á. Svo Hlynur nær að tryggja sér þetta. Hann reynir, en þetta er ekki staðurinn. Hann er í USB-mót. Og Hlynur sneri næstu því þannig að bleytan hafa veruleg áhrif. Gerði það nóg til að Guðlaugur kæmist fram úr. Guðlaugur bara gefa hann plássið sem hann þarf. Kurteis er hann í gegn. Og þá er spurning, hvar er kamerugæðan? Hanna, já, niður hana. Dóri, slepptu þessu bara, þetta er eitthvað bilað. Það er alltaf krassað hérna. Eins og ég sagði ykkur áðan, það er tæknin að stríða okkur og það er hver einasti hlutur búinn að stríða okkur í dag. Það er ekkert sem er ekki að stríða okkur. Nema myndavél 3. Já, nema myndavél 3 reyndar, þessi hérna. Hún er búin að standa sig bara frábærlega. Allt annað er búið að vera með vesen. Reyndar kamera 2 líka, en hún er ekki að sýna okkur neitt skemmtilegt. Hlynur gerir allt til þess að halda honum Guðlaugu fyrir aftan sig, sem virðist bara ganga vel. Hún er spurning hvar við finnum hérna Kristoffer. Svona. Og óverlegi líka þarna. Í logo. Takk. Hér er Kristoffer kominn fram úr, sýnist mér. Mistu við á því? Já, frábært. Glæsilegt, við mistum á því. Kristoffer náði að stinga sér ekki starf fram úr.
Kristófer kominn nokkuð vel fram úr og bara búinn að byrja að stekka bilið. Og hérna sjáum við Kristófer á eignabyggðar bílnum. Kemur hérna fram með myndaðil. Swing! Ég gerir bara hljóðin. Skal hætta. Ég skal hætta. Alveg rétt, glemdu turbínni. Hlynur er búinn að tryggja sig aðeins betur. Að stekka bilið. Gríðalegur hraðamunur á fremstu bílum og aftustu bílum. Það eru 8 sekúndur sem munar á hverjum einasta ring, á hraðasta ring allavega. Það er ansi mikið. Meirihlutin af búnaðinum okkar er allan að farin að virka. Ég segi meirihlutin. Svo fáum við öfuga rásröð á eftir í næstu keppni. Og munum ekki reyna að leysa nein tæknileg vandamál þá. Munum bara sleppa þið. Rennur vel að aftan hann hjá hann bílinn. Hjá hann Hlyn. Hlyn er með Guðlaugun á flegi ferða eftir sér. Hann reyna allt. Guðlaugur með síðusti ringurinn, allan að besti ringur sem að Guðlaugur hefur farið er 100 millisekundum hraðari heldur en Hlynur. Þannig að hann á sjens. Gunnlaugurinn er bara að ná þeim. Þetta er Gunnlaugurinn fyrir aftan. Bíllinn sem við sjáum hana í bakvið á, það er Gulli. Mættur kominn ring. Á undan bráðum. Hvað gerist hér? Erum við að fara að sjá smá framrástur? Nei, sýnist ekki. Hendi sér aftur beint fyrir aftan hann. Og það styttist alltaf og styttist í Gulla. Hendum okkur upp í braut og sjáum eignabyggðarbílinn bomba þetta fram hjá hann Kristófer. Og Bjarki er talsvert á eftir honum. Hérna sjáum við nefnilega Gunnlaug sem er að fara að ringa þessa 2. Svo hann þarf að fara að koma sér fram úr. Það leggst hann utan á. Sjáum við Hlyn. Verulega laus þarna. Virðist vera svolítið laus bíllinn. Hlynur gefur hennum no pláss þarna á innri. No pláss. Þannig að Gunnlaugur er að stinga sér þarna. Komið fram úr. Það er nú gaman fyrir Gunnlaug að ná loksins að sigra. Hann er búinn að ná frábærum tímum í tímatökum. Nei, hörðu, hérna er bíll út af. Hann er komin inn á aftur.
Og sjáu þið, hann missar hann fram úr sér. Hlynur bremsar aðeins of seint, rennur eitthvað til og Guðlaugur stingur sér fram úr. Þetta sjáum við Gulla og næstu fyrir aftan þá. Fyrir aftan þá. Já, þarna. Þarna koma þær. Hlynur og Guðlaugur. Gulli strax búinn að stinga af. Virðist vera frábærlega uppsettur bíllinn hjá honum Gulla fyrir rigninguna. Og svo sjáum við Ormar hérna koma keyrandi inn í mynd. Sjáu Hlyn, hann rennur, hann missir hann náður að grípa, hann náður að halda honum. En hann er rosalega sleipur aftan, virðist vera. Koma hérna á fleifærð inn á beinakaflan. Ormar að ná Hlyn. Kemur sér hérna örugglega fram úr. Það er orðið lítið baráttu fyrir okkur. Núna við bara fylgjum spennt með hvort að Hlynur nái að koma sér aftur upp á Guðlaug og verðin að tróða sér fram úr. Hann klístrar ofan í hann, reynir að ná hraðan minna út. Reyna að trufla hann. En Guðlaugur er ekkert að láta trufla sig. Þetta er fannst hann að keyra utalega, reyna kannski að halda sér í þurru línu sem er þarna.
Hérna sjáum við í afturendan á honum Ómar, fyrirgeði. Hérna er Gunnlaugur. Leiða þessa keppni. Og með langbesta ringin í dag. Hér er Hlynur að reyna ennþá. Að reyna að komast fram úr Gunnlaug. Sjáu þannig er að reyna að halda sér í þurru línni. Fara frekar vítt. Sjáu þið Hlyn alltaf. Ég sleipur hana. Sjáu þið hana. Hann er að renna áttur. Hann er á fleygiferð. Spurning hvort það vanti bara að setja kamberinn góða. Meira af kamber. Það gæti hjálpa til. Hér er Gunnlaugur að sækja næsta fórnalamb. Ætlar hann að Hlynur virðist vera í sóknina, já, hann er eitthvað örlítið að loka bilinu, Hinrik snúður við. Já, takk kom hann. Já. Hlynur nær að stinga sér fram úr. Fékk þetta opið boðum að taka innri línuna og gerði það. En þetta er ennþá hnífjamt þegar við förum inn í erfiðu beina, sem ég ætla bara að kalla erfiðu beina. Hlynur, já. Með innri línuna, hún er hraðari, hún er alltaf hraðari og mun alltaf vera hraðari þó þessi smá blöytt líka. Hlynur hérna komið fram úr og kominn þá upp í 7. sæti úr því síðasta. Sjáu Hlyn, rennur hérna út, missir Guðlaug við hliðina á sér, hann er með hraðari línuna hérna út og þessari beigð samt, já ég er ekki að sýna ykkur það, frábært. Hann er örlítið inn fyrir framann. Nær að halda sér hérna á leiðinu út. Og hver er kominn í hópinn? Það er Ómar Örn sem er að koma sér hérna fram úr. Og hér er flaggað. Hlynur rétt náði að koma sér upp sæti. Keppi lokið hér hjá okkur í dag. Þessari fyrri lótinni þarf að segja. Það er lóta 1 sem er búinn og lóta 2 fer í gangi eftir smá stund. Sjáum við þá koma á keyrandi inn. Sumir fóru út og tóku kæliring. Menn að aðrir fara bara beint inn. Þá ætla ég að fletta upp hérna Rising seinni kapparslotu 13:30. Eftir tæpan klukkutíma 45 mínútur about. Horfum hérna bara á útaksturinn úr pittinum. Við sjáum við að Hlynur og Guðlaug er ennþá út í braut þeirra að taka kælirhringi sinn. Skiptum við á
Sé ykkur aftur klukkan 13:25. Þá byrjum við þetta aftur. 13:25. Sjáum til smá.
the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Dawn through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on,
the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat, you're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet, you're calm with sweat in your face. Your mind is serene, yes, soon it is showtime. We are going to green, yes, it is go time. It's race mode, I'm switching off the world. Race mode, got my mind on the track. Race mode, Sharon, switch off the world. Race mode, come on, set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode. Come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode, set for maximum speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine.
new car, all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far, then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come
race on towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet goals. Spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's game on. It's go time. You jump in the seat, you're feeling the heat, you're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet, you're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is.
Jæja, þetta er að gerast. Bílarnir eru fættir að keyra upp í braut. Við erum komin með svona hristimyndavél. Á koma bílarnir og skella sér upp á ráslínu. Þetta er 4 og 5 sem að 4, 5 og Hinrik er 2. Þetta er bara 2, 4 og 5. Hvaða myndavél er þetta? Sem var þetta út í Móa? Er þetta Hinrik? Númer 3. Já, við erum allan ekki ennþá komið með hljóð. Það er bara þannig. Þið heyrið þó í mér. Ég veit ekki hversu mikill plús það er, en það er allavega eitthvað. Ég veit ekki hvort ég gerir bílahljóð fyrir ykkur mikið. Sjáum til. Hérna er allan að vera að koma keppendum upp á línu. Við getum séð hérna in-car, innan úr bílnum. Hjá Gunnlaugi. Já, stendur stór 7 hérna í skjánum. Við erum inn í bíl hjá Gunnlaugi. Skellum okkur á þessa myndavél hér. Fáum Gunnlaug hana. Alla! Hættis, þetta er geggja. Jæja, keppnin er alveg að fara að byrja. Ég er hér á Discord. Keppendur sem komnir á ráslöðun, hann sjáum við Baldvin Hansson skella sér í áttina að flagginu. Guð minn góður, vertu kjör myndavél. Hér, stoppa. Stopp. Stopp. Marvel, hættu þessu. Það styttist í þetta. Skellum okkur hérna á þessa myndavél. Sjáum þessa ræsingu hjá þeim. Það er Rúnar Örn sem ætlar að sjá myndavélarnar sem eru fjarstýrðar. Við erum með Norvel hérna upp á möninni. Svo erum við með Hinrik hérna líka. Þannig sjáum við Hinrik. In-car, settu inn. Svona, það erum við til bæri. Þeir eru vartur á stað, það komið grænt. Við erum þetta inni, með litla myndavél inni í bíl hjá Gulla. Hristist nú talsvert, en það er allt í lagi. Gulli hér aftastur í þögunni. Hann er að reyna að koma sér fram á þarna. Kameru gæ. Daldi slöpp festingin hérna hjá honum Ómar. Hann er að reyna að koma sér fram úr. Hann er kominn samhliða. Svona nokkurn veginn. Hinrik. In-car. Við erum hérna að reyna að ná þessu saman, félagarnir. Hendum upp Gulla hérna líka. Aftast í rauninni, hérna er eitthvað að gerast hérna fremst og framalega. Sjáu þið, Gullið stingur sér innri.
Hann er með ormar þarna beint fyrir fram að sig. Þéttir þarna ofan í hverju öðrum. Ormar að reyna að koma sér þarna fram úr Kristófer. Tekur í ytri lína, Kristófer faðmar innri. Ormar nær að halda sér fyrir framann Gunnlaug. Og maður sjá inn í bíl hjá Gunnlaug. Það er hinn bílinn, þarna. Innkar. Innkar. 8-5, við erum inn í bílnum hjá 8-5. Hann reynir þetta ytri. Býttu nú við. Þeir eru að kissast. Myndaðurinn er ekki að ráða við þetta hana. Nei, hann fer út af! Hann fer út af! Við horfðum á hann. Í lítilli myndavél keyra út í móan. Og hérna kemur Hlynur á öskrandi ferð. Kominn fram úr syni sínum í þokkabót. Gulla innkam. Það hristist svakalega. En þetta er allavega eitthvað. Hér sjáum við Bjarka Sigurðsson langfremstur, nei, Bjarka Sigurð Geirmundsson sem er langfremstur, Kristófer hérna á ytri. Sem þið sjáuð á in-car myndavélinni, þá er talsvert að gerast þarna hjá þeim. Og hérna sjáum við Gulla að reyna að koma sér fram úr. Hann er á ytri, kominn fram úr. Svaðalegt sem hún hristist þessi myndavél. Við erum að fá okkur einhverja búrafestingar næst. Það er ennþá að stríða okkur tæknin. Nú er enn einn myndavélin dottin út.
Kristófer að reyna að tróða sig fram úr. Og hérna er Ómar að reyna að stinga sig fram úr. Það er Bjarki sem að leiðir þessa keppni með Ómar á eftir sér og Gunnlaugur er komin upp í því að þriðja. Kristófer Logi hérna rétt fyrir aftan hann. Svo er það Ómar, og svo Hlynur Freyr, Guðlaugur og svo Guðbergur. Sjá, bara verða stinga sér þetta fram úr. Við erum ekki með betri myndaðalandu frá. Jú, Anna komin inn. Já, hún er eitthvað laus. Sjáum við Kristófer sogaði sig ofan í 8-5, það er Ómar. Gunnlaugur komin hérna langfremstur. Og við erum með hangandi innkar myndaðel. Og nú erum við komin í bílinn hjá Gulla. Gulli er fremstur. Þannig að lagaðist myndaðelinn. Hann er að koma sér samhliða. Og komin fram úr. Komin fram úr. Þessi myndavél er bara, hún er bara laus. Kristófer hérna límdur á henni með ormar fyrirgefið á eftir sér. Hraðinn á ormar er gríðarlegur. Hérna sjáum við að koma upp í hairpin eða hárpinna eigina. Ég ætla að kalla þetta á góðri íslensku. Kristófer er hérna að reyna allt sem hægt er. Greinlega laus eitthvað. Hérna, Kristófer á fleygiferð út. Næri ekki nægum hraða þetta samt, en ormar er að gera allt sem hann getur til þess að koma sér fram úr. Nær Kristófer að læsa þetta inni. Já, nær að koma sér þetta fram úr og heldur því. Sjáum við gólfið í bílnum hans. Sjáum pínu lítið þarna í bílinn fyrir fram hann. Ríkalegt að þetta sé svona laust, en jæja. Og reynum við bara að finna okkur einhverja baráttu. Þetta er alltaf svona skemmtilega á hliðina með þessi myndavél.
Hann er á mínútu ferð eftir Gulla. Þetta myndi vera hann Ómar. Ó, Hérna virðist vera mesta spennan okkar. Það er Ómar í sókn á Gunnlaug. Ómar er hérna búinn að hengja sig vel í Gunnlaug. Gunnlaugur er ekkert annað að slíta sig frá honum. Ómar er meira sem er betri ring. Gulli er komin í 1.36 og meðan Ómar er 1.35.8. Hvað er að gerast? Pokar að fjúka. Allskins í gangi. Það koma þær inn beinakablan. Sjáum á Inkar, hann er aðeins að sækja á hann. Það var Gunnlaugur byrjar að stekka bilið í Ómar. Hér er það Gunnlaugur.
Sjáum við hvað það hefur tekst vel hérna á mönnum. Það er langt bil á milli og ég get ekki séð það. Hlynur sé að ná Guðberg. Hér er Gulli fremstur með Ómar Örn fyrir aftan sig. Svo kemur Kristófer, Logi Brynjólfsson, Ormar. Og svo er Bjarki aðna talsvert fyrir aftan á. Sjáum við inn í bíl hjá Ómar. Nú sjáum við gólfið á bílum hjá Ómar. Gulli að leiða þessa keppni. Virðist alltaf að sigra báðar umferðirnar í dag. Alltaf hann bara að koma sér fram úr öllum sem þurfti að fara fram úr. Nú erum við bara að treysta á það að það fljúi ekki púti hjá hann við að springi mótor. Þá tekur hann sigurinn til sín. Ómar þetta bara einn upp í brautorðin. Gulli búinn að stinga hann af. Gunnlaugur hérna fremstur. Og rétt fyrir aftan hann er Ómar Örn. Svo sjáum við Kristófer Loga hérna koma kerndinni mynd með Ormar á hælunum á sér. Hérna koma þær inn í erfiðu beina eins og ég kýs að kalla hana. Hún er lúmsk. Alveg vonlaust að vera ekki með neitt hljóð í bílunum fyrir ykkur. Biðst afsökunar á því. Mækin gaf upp öndina hjá gráðan. Þannig að nú þarf að versla nýjan mæk.
Já, það eru litlar breytingar í gangi. Ef eitthvað, það er bara að tegjast aðeins á lopanum hérna hjá mönnum. Nei, það er allir í 1.30, nei, 1.35 á Gulla, 1.35 á Ómar. Ómar Örn hérna, svo kjá við Kristófer Loga, svo Ormar Agnarsson. Eða mesta spennan hér, hvort að Ormar nái Kristófer. Ormar er búinn að komast inn í 1.36, 36.0, hann er 20 millisekundum undan Kristófer með besta hring. Jó, Kristó slætaði það inn í fyrstu beygju. Hlynur hérna Mountain Dew bílnum. Hér er keppninni lokið, ég bara misti af því þegar Baldvin fór með flaggið niður til. En þá er keppninni lokið, sjáum við bíluna koma kerið inn í pittin. Gunnlaugur hérna tekur sigurinn í þessari keppni, Ómar Örn Hlynsson þar á eftir, Kristófer Logi Brynjólfsson í öðru, sem þýðir að Ómar er í öðru sæti í úlingaflokki, Ómar er í fyrsta segi, Kristófer er í öðru, Gunnlaugur tekur fyrsta sætið í fullorðinsflokkinum, skulum við kalla hann. Það er Ormar Agnarsson sem tekur annað sætið þar, Bjarki Sigurðsson situr þó í þriðja sæti hjá úlingunum. Svo er Guðbergur og Hlynur og Guðlaugur sem eru allir, en mér skjáttast ekki, fullorðnir.
Og þannig lauk því. Sjáum við keppandi. Nei, við sjáum það ekki neitt. Það Park Ferme, nú allir bílarnir að leggja hér. Mega ekkert koma við bílana sína á meðan að farið eru niðurstöður. Svo mögulega verður einhver viktaður. Það gæti gerst.
Já, og bara allir? Já, hann er... Ha. Ok, alright, ok, bye. Já, ég byrja bara. Við erum tilbúin með, það er komin bráðabirúrslit á töfluna og ég ætla að afhenda verðlaun byggð á bráðabirúrslitunum. Þegar þau voru birt þá hófst 30 mínútna kærufrestur og ég veit að það eru nokkur mál í skoðun ennþá. En ég ætla samt að fara í þessa verðlaunaafhendingu. Ég passa upp á hann. Já. Það er þannig að í fyrsta lagi þá var hart barist sem að eru þetta alveg geggjað og menn höfðu alveg fyrir sínu. Heilt á litið vorum við nú bara ansi ánægð með þetta og ég held að keppnishaldið miðað við rigninguna og bleytuna og allt þetta og fjölda bíla og svona hafi gengið bara ágætlega. Þannig að við erum svona alveg þokkalega sátt við okkar og ég vona að keppnendur séu það líka. Við erum með 2 flokka sem við keyrðum og við keyrðum saman og ég held að tímarnir sýni það nú alveg að við höldum því áfram því að unglingarnir eru bara svo hraðir að þau eiga alveg erindi með sínum. Það var gaman að sjá hvernig það breyttist dýnamíkin þegar það þornaði. Það var ekkert svona ójafnt á milli manna eins og var í bleytunni. Þannig að það hlýtur einhver að taka það til sín að æfa sig líka í bleytu. Það er að gera. Og svo náttúrulega þýðir ekkert að bera saman svona snillinga eins og kónginn, hann Gunnlaug sem er búinn með tæplega 12.000 hringi hérna sko. Það er ekkert skrítið þó að honum gangi vel alveg saman hvort það er blautt eða þurrt eða hvernig þetta er gert. Við vorum með 4 í unglingaflokki og við veitum verðlaun í fyrstu 3 sætunum. Þar var í 3. sæti Bjarki Sigurður Geirmundarson. Til hamingju með það. Við vorum með í 2. sæti Kristófer Loga Brynjólfsson. Takk kærlega. Og í 1. sæti Ómar Örn Hlynsson. Til hamingju með það. Takk fyrir. Ég kannski leyfi mér bara að taka mynd af ykkur sjálfur hérna. Það er kannski taka mynd af ykkur en ekki mér. Góðir. Til hamingju með þetta strákar og takk fyrir. Í 1000 flokknum keyrðu líka 4 og mér finnst náttúrulega geggjað að við séum að fjölga bílum keppni frá keppni, þannig ég get ekki beðist að sjá hvað gerist í síðustu keppninni. Það er raun og veru bara Bragi sem getur hjálpað okkur með það, hann er alltaf að fjölga bílum. En þar tók 3. sæti Guðbergur Ástvaldsson. Fyrir að vera svo í rally, það þarf að vera með bikar fyrir aðstoðarökumann. Í 2. sæti Ormar Agnarsson. Það er mikið með það. Takk fyrir. Og í 1. sæti, mjög verðskuldað, Gunnlaugur Jónasson. Frábært Gulli, vel gert. Svo er það hraðasti hringur. Ég þarf bara að hringja eitt símtal sko. Ég er að taka mynd, strákar bíðið aðeins bara. Sorry maður, það kom ekki skilaboðin til mín. Það kemur ekki hraðasti hringur til mín. Hver er með hraðasta hring? Sé það ekki? Hver er þetta? Það kemur ekki. Hver er það? Ok, bæ. Það er komin hefð á þetta, Gunnlaugur. 1.35.6. Geggjað. Hraðasti hringur. Hvað sagði inn með magann? Þetta er geggjað. Takk fyrir. Það sem gerist næst er að ég veit að dómnefndin er að vinna í einhverjum málum þannig að það má alveg búast við því að koma eitthvað á töfluna. Ég er hérna í einhverjar mínútur í viðbót ef það er einhverjar kærur, ég er ekki að búast við því svo sem.
og annars þakka ykkur fyrir mjög góða keppni. Takk. Afi var að hluti